Í dag ætlum við að tala eitthvað sem orðið óþekkt fyrirbæri í dag og mátt lækka aðeins nælu, haukur minn. Næla, lækka örlítið. Ég man að það kom einu sinni maður til Jesú að nóttu, hann var ráðherra og hann var mjög menntaður maður og hann taldi sig örugglega eins og margir í dag vita margt og mikið. En þegar Jesús fór að tala við hann, að þá hafði hann ekki hugmynd hvað Jesús var að tala Að því Jesús sagði við hann, yður ber að endurfæðast. Og þetta var Nikodémus sem var ráðherra og hann hafði bara ekki hugmynd hvað Jesús átti við. Hann sagði, á ég að fara aftur inn í kvið móður minnar og fæðast að nýju? Nei, Jesús var ekki að tala það. Þannig að við höfum tvenns konar þekkingu í þessum heimi í dag. Við höfum þá þekkingu sem Guð gefur okkur og við höfum þessa náttúrulegu þekkingu sem að við ölumst upp við. En orðið sem að ég ætla að nefna í dag er heilagur. Og ég ætlaði bara að segja að það eitthvað sem að enginn veit hvað í dag. En við ætlum að lesa hérna 2 ritningar og í Hebreabréfinu 12:14 segir: Stundi fríð við alla menn og helgun, því að án hennar fær enginn drottinn litið. Helgun, það tengt því að vera heilagur. Nú, ef við förum í 1. Korintubréf, 1. kafla og 30. vers, þá kemur þetta aftur fyrir. Það Páll að tala. Hann segir: Honum það að þakka að þér eruð í samfélagi við Kristi Jesú. Hann orðinn oss vísdómur frá Guði, það að segja Jesús. Hann orðinn oss vísdómur frá Guði. Hann bæði réttlæti, svo kemur helgun og endurlausn. Réttlæti, helgun og endurlausn. Og fyrir ritningin sem við lásum sögðu að það geti enginn séð Guð án þess að vera helgaður. Og þá vaknar spurningin, hvað þetta að vera heilagur eða hvað þetta að vera helgaður? Fyrir marga þá þýðir þetta einhver svona prestur með svona ákveðin kraga eða í hempu. Fyrir aðra þýddi þetta svona litlar konur með síðum pilsum með svarta hatta. Og það svo misjafnt. Fyrir suma þýðir þetta að kveikja á kertum, þá heilög stund. Það svo misjafnar hugmyndir sem fólk hefur hvað það þýðir að vera heilagur eða helgaður. Guð, hann heilagur. Ég held að svona allir viti það einstinni að Guð heilagur. En hvað þýðir þá að vera heilagur? Þýðir það að vera eitthvað eins og flestir halda eitthvað sem alveg svona rosalega mikið leiðinlegt? Eða getur það líka verið skemmtilegt? Spurning. Mér langar bara aðeins að fá okkur til að hugsa, því að þetta svona eitthvað sem fáir tala Við heyrum talað alls konar hluti í heiminum í dag og ef ég fer inn á Facebook þá mikið talað eitthvað sem að mínu mati mjög óheilagt. Fólk getur varla talað öðruvísi en að hafa F-orðið í öðru hverju orði og þannig að það svona ákveðnar andstæður. Hvað að vera heilagur? Biblían segir að Guð heilagur og heilagleiki karakter Guðs. Og við getum sagt að kjarni hans innsta eðlis hreinleiki. Þannig að heilagleiki og hreinleiki fara saman. Þannig við getum sagt að einhver sem heilagur, að hann frátekinn, flekklaus. Þú getur sagt, ég get sagt, ég eiginmaður, ég heilagur fyrir konuna mína. Sjáðu, ég frátekinn fyrir hana. Og
Ég var að tala út í þjóðkirkjum daginn og þá var ég að tala við fermingakrakkana og ég var að segja þeim að þau ættu að geyma sig og varðveita sig hrein fyrir maka sinn, vera heilög þegar þau giftu sig. En það líka eitthvað sem glötuð hugsun í okkar þjóðfélagi og það ekki sá boðskapur sem við heyrum. En svo stöndum við uppi með ávöxtinn af okkar boðskap. Þessi boðskapur, taktu bara smokkinn með í ferðalagið og allt verður flott ef allir vilja, þá allt gott. Svo stöndum við uppi með fullar unglingageðdeildir, við stöndum uppi með vandamál, við stöndum uppi með unglinga með þunglindi, unglingar að reykja gras í kirkjugörðum Reykjavíkur, það búið að taka rétt gildi frá þeim, þau vita ekki hvað að vera heilagur. Og þeim ekki kennt, þeim kennt hið andstæða og ef einhver, flestir myndu segja, passaði á þessum í Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík af því að hann öfgatrúamaður og hann vill segja þér eitthvað sem getur skaðað þig. Nei, sjáðu til, það gott að varðveita sig hreinan. Ég líka bifvélaverki í velvirki og sjáðu, það gott að þvo sér hendurnar þegar maður búinn að vera í olíunni vegna þess að þá líður mér vel. Það gott að vera hreinn. Það eðlilegt að vera hreinn. Það óeðlilegt að vera óhreinn, hvort sem það líkamlega, þá kemur vond lykt að þér fyrirgefðu, eða andlega og þá kemur líka vond lykt að þér. En það bara sem fáir fatt ekki þessa andlegu vondu lykt. Flestum held ég finnst bara nokkuð góð og þeir bara, af því að þeir svo samdauna að þeir finna ekki fíluna af sjálfum sér. Fyrirgefiði orðbragðið. En þetta bara svona. Þess vegna að vera heilagur, vera hreinn, eins og Guð hreinn, það gott. Fyrir mig það gott. Og það eitthvað sem ekki leiðinlegt vegna þess að ég var ægilega glaður, ég man það eftir að Guð, hann svona mætti mér og líf mitt breyttist. Ég man það að hann, Alli vinur minn hann var líka glaður vegna þess að hann var meiri syndar en ég. Ég má segja þetta því að við erum mjög góðir vinir. En hann drakk meira, hann var meira ógnvekjandi, hann ógnaði samstarfsmönnum sínum, svo einn daginn kemur hann og hann kemur í þessa kirkju og hann frelsast og hann tekur skírn og allir á vinnustaðnum hans, þeir komu til að sjá hvað væri að gerast með þennan mann sem hafði verið orðljótur, sem hafði jafnvel ógnað, hann var að skera kjöt og hann kannski mundaði hnífinn í átt að fólki, hann var bara ógnvekjandi. Hann hefur sagt mér þetta allt sjálfur og þetta hans saga. Þannig að ég ekki að segja neitt sem að, en svo allt í hennu gjörbreytist hann. Hann gjörbreytist og ég var glaður yfir breytingunni og ég veit að hann ennþá glaður yfir þessari breytingu. Ég glaður yfir breytingunni í mínu lífi vegna þess að mitt líf breyttist þegar ég mætti Jesú Kristi. Og kristin trú, hún snýst það að við í raun og veru verðum lærisveinar Jesú Krists. Margir segja, ok, nú búið að ferma mig og þá þetta búið, þessi kafli búinn. Nei, ef þú virkilega meinar það að taka á móti Jesú sem leiðtoga lífsins, þá lífið bara rétt að byrja. Ég gifti mig, lífið búið. Nei, lífið að byrja í nýju hjónabandi með konunni þinni og nú orðin heilagur fyrir þína konu. Ok, þetta svona útúrdúr eða inngangur. En að vera heilagur, það að vera hreinn, frátekinn, flekklaus og ég stundum sletti maður ensku, ég sagði við sjálfan mig, þetta svona hard issue. Þetta hard issue sem þýðir að þetta eitthvað sem á við hjartað. Hefur þetta þá ekkert að gera með útlitið eða orðin sem hún talar? Jú, Biblían segir að gnægð hjartans mælir munnurinn. Ef þú heilagur inni, ef að hjartað þitt hreint, að þá koma hrein orð út. Ef að hjartað óhreint, þá koma óhrein orð út. Þú bara getur ekki,
You can't help it. Þú getur ekki hjálpað því. Hjálpa sjálfum þér. Það sem inni fyrir það kemur út. Þess vegna þetta að vera heilagur, það hefur með hjarta mannsins að gera. Og þegar Guð í raun og veru sendi Jesú til þess að deyja fyrir syndir okkar, að þá var það hans tilgangur að hreinsa mannkynið. Sjáðu, allt í kringum okkur þessi óhreinleiki, það lygi, það eru svik, það eru prettir, það eru fólk styrjaldir og það svo skrítið að hinn siðmenntaði heimur, hann styður styrjaldir og það allt logar í heiminum. Þetta var ekki áætlun Guðs. Guð sendi Jesú og Jesú var ekki svona náungi sem að drap einn og annan eða vildi ekki fylgja honum. Nei, lærisveinarnir spurðu einu sinni, heyrðu, Jesús, þessir þarna, þeir þykjast vera að tala Guð og þeir vil ekki fylgja okkur. Eigum við ekki að bara bjóða eldur falla himni? Segja lærisveinarnir við hann. Lærisveinarnir voru svona, já, ekki ólíkir okkur. Þeir gátu ekki þola það að það væri einhver annar að boða það sem þeir voru að boða og væri ekki þeirra hópi. En Jesús sagði við þá, hann sagði, þið vitið ekki hvers anda þið eruð. Þið fattið ekki hvað þið eru að segja, þið vitið í raun og veru ekki hvers anda þið eruð. Og margir í dag, þeir viti ekki hvers anda þeir eru. Þeir bara babla einhvern veginn áfram en það var ekki tilgangur Guðs. Tilgangur Guðs með að senda Jesú var að skapa í sér nýjan mann, eins og Jesús sagði við Nikodemus, að maðurinn gæti endurfæðst. Og hvað það? Það andleg fæðing. Einhver sagði, ertu óánægður með lífið þitt eins og það Pröfaðu þá að endurfæðast. Og hvernig geri ég það? Jú, ég kem í smiðjuna með líkama minn, anda minn, sál mína og bið smiðinn, meistarasmiðinn að skapa mig upp á nýtt. Hann þvær mig, hann helgar mig, hann hreinsar mig og hann gefur mér nýja byrjun með sér. Þetta það að vera kristinn. Sjáðu, margir trúa en þeir neita að taka afstöðu. Þeir vil ekki taka afstöðu með Kristi og fylgja honum. Og það það sem það snýst að vera helgaður. Ég sagði hérna að, ég las 2 ritningar í upphafi, að Jesús Kristur, hann mín helgun og hann mitt réttlæti. Sumir segja, kristnir segja, já, heyrðu, Jesús, hann reddaði þessu öllu fyrir mig og nú ég bara réttlátur af því að hann dó fyrir mínar syndir. Já, það rétt. Hann gaf þér nýja byrjun. Hann gaf þér nýja byrjun. Réttlætið og helgunin gjöf. Þú ert tekinn, þú ert þveginn, þú ert straujaður, hvítfáaður, þinn innri maður og svo ertu settur á lappirnar og nú ræður þú hvað þú gerir með þetta nýja líf. Flest ungabörn þau þurfa bleiu og mörg andleg ungabörn þurfa líka bleiu. En sjáðu til að við höfum val. Við höfum val þegar ef einhver náðaður, einhver sem í fangelsi náðaður, hvað gagnar náðunin ef hann fer og brýtur strax aftur af sér? Ef einhver, hugsið ykkur, ef einhver náðaður og hann á kannski 30 ára fangelsi í vændum, væri það ekki lélegt þakklæti að fara og drepa einhvern aftur eða stela einhverja aftur? Jú, en sjáðu, Jesús Kristur, hann gerði meira heldur en að náða okkur. Hann gaf okkur nýtt eðli og þetta eðli, það langar ekki til að drepa aftur. Það langar ekki til þess að stela aftur. Og það var það sem breyttist í mínu lífi. Ég tók á móti Jesú Kristi sem frelsara og líf mitt breyttist innra með mér. Nú langaði mig að nálgast Guð, mig langaði að lesa
Biblíuna. Nú, heilagur við sögum að það væri hreinn, frátekinn, flekklaus og þetta væri hefði með hjarta okkar að gera. Í 3. Mósebók í lögmálinu, 3. Mósebók, það er svona, flesti segja það sé leiðinlegasta bókin í Biblíunni, en sjáðu, þá kemur það aftur, ef þú skilur hana þá er hún skemmtileg. En flest sem maður ekki skilur er leiðinlegt. En ef maður skilur eitthvað, að þá er það spennandi og þá er það skemmtilegt. Ég ætla að lesa bara 1 vers og ég vona að við skiljum það. Það er hérna í 10. kafla og vers 10 og þá er Guð að tala við Móse. Hann segir, þér skulu gera greinarmun á því sem er heilagt og óheilagt, því sem er hreint og óhreint. Hér sjáu þið, heilagt og óheilagt, hreint og óhreint. Þannig að vera heilagur er hreint. Og þeir átt að gera greinarmun á því sem er hreint og óhreint. Og ég segi, þetta er gjöf, þú fær nýja byrjun og svo er spurning, hvað gerum við til að halda okkur hreinum? Og þetta er svo líkt við daglega lífið. Mér finnst alltaf leiðinlegt að hitta fólk sem fer bara í bað einu sinni í viku. Búpp. En sjáðu, þú sér það á fólki í hárinu og öllu saman, fórst í bað í morgun. Við þurfum bara líka fyrir okkar andlega mann að halda honum hreinum. Halda honum hreinum og það er að vera heilagur. Þetta er ekkert ægilega spooky. Þetta er bara, alveg eins og við höldum líkamlega manninum hreinum, eins viljum við halda líf okkar hreinu sem að Jesús hefur gefið okkur. Og til þess að gera það, að þá þurfum við, ég er ekki vegan fyrirgefiði, en við þurfum samt rétta fæðu. Við þurfum samt rétta og holla andlega fæðu. Og fólki í dag finnst ekki rétt mörgum finnst ekki rétt að gefa börnum Guðsorð og eru hrædd við að láta þau fara í sunnudagsskóla og láta þau læra Jesú. En eins og ég sagði, þjóðfélagið er eins og við sköpum það, þjóðfélagið er eins og predikunin er. Mér finnst alltaf yndislegt að hitta börn sem eru vel upp alin, sem eru kurteis og vel upp alin. Og eru öguð. Eru þau lamin? Nei, ég sagði öguð, þau eru þjálfuð. Ægi er ekki refsing, ægi er þjálfun. Og Guð vill líka að við lifum öguðu lífi. Þannig að ég ætla að lesa hérna ritningarstað úr Filippíbréfinu sem segir: Vinnið að sáluhjálp yðar. Vinnið að sáluhjálp yðar. Sjá, maðurinn er andi, sál og líkami. Og hann er ekki bara sál, hann er andi. Sálfræðingur, hann getur hjálpaði með sálarlífið. Guð getur líka hjálpaði með sálarlífið. Vegna þess að Guð hannaði þetta. Það segir, þess vegna mínir elskuðu, Filippíbréfið 2:12. Þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinni nú að sálu hjálpi þar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég er fjarri. Og hér er Páll að tala til Filippímanna. Hann segir að þeir eru að vinna að sálu hjálp sinni. Svo ætla ég að lesa hérna annað bréf, 1. Pétursbréf 2:16. Og þetta, ég veit að fyrir þá sem ekki lesa Biblíuna dagstaglega, að þá er þetta svona, þetta er skrítin hugmyndafræði og hún er akkurat omvend við það sem við heyrum í öllum fjölmiðlum og heyrum í dag. Hér segir, þér elskuðu, ég áminniður sem gesti og útlendinga haldiðu frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Það getur þessu. Það eru holdlega gindir sem heyja stríð gegn sálinni. Okay? Ég áminniðu sem gesti og útlendinga haldiðu frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Þýðir þetta að við eigum að fara í klaustur og lifa einhverjum meinleita lífi? Nei, ekki endilega. En þegar líkami minn segir mér eitthvað, á ég þá alltaf að hlýða honum.
Sjáðu, það er það sem þjóðfélagi kennir okkur í dag. Finnst þér þú vera eitthvað svona innst inni trans eða glans eða... Ég sett á mína Facebook daginn ungur maður sem frelsaðist, tók á móti Jesú Kristi. Hann var búinn að fara hann var ungur, mjög myndarlegur maður og hann var búinn að fara í sem sagt, aðgerð og var búinn að lifa sem kona í nokkur ár og hann var, ég sagði það við einhvern að ef ég hefði ekki vitað að þetta væri maður, þá hefði ég ekki trúað að þetta væri annað en kona af því að myndin af honum var þannig. En hann tók á móti Jesú Kristi, hann frelsaðist og vitið hvað gerist í hans lífi? Það var enginn sem sagði honum það. Hann sagði, ég vil bara vera eins og Guð skapaði mig í upphafi. Þannig að hann sneri aftur til þess kyns sem að hann var skapaður til að vera. Og málið endilega einfalt fyrir alla, ég ekki að segja það. En sjáðu, ef að þú í raun og veru farið þennan grunn inn í líf þitt að það til Guð, það til frelsari og þú farið að vita muninn á réttu og röngu, það skiptir svo miklu máli. Heldur en að ef að einhver impúls kemur í líkamaðinn að þá heldur að þú eigir að elta það. Nei, Biblían segir að þú eigir að halda þér frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Ég spurði læknir einhvern tímann á mokkablogginu, samkynhneigð líkamleg eða hún andleg? Hann svaraði líkamleg. Ég ekki sammála enn þann dag í dag vegna þess að hún huglæg fyrst og fremst. Hún huglæg. Allar kenndir, hneigðir, gyndir, það byrjar í huga mannsins. Það ekki líkaminn, það hugurinn, gyndin byrjar alltaf í huga mannsins. Byrjar í huga mannsins. Og hér okkur sagt að halda okkur frá holdlegum gyndum. Það segir á öðrum stað, vondur félagsskapur spillir góðum siðum. Og ég man eftir að það var maður sem kom til pressins síns og hann sagðist alltaf lenda í því að fara inn á klambúl á leiðinni heim úr vinnunni. Og hann vildi það ekki, af því að hann vildi vera hreinn, hann vildi fylgja Jesú Kristi og presturinn hann spyr hann og segir, engin önnur leið sem hún getur farið heim úr vinnunni heldur en þessi gata sem klambúlan í? Já, meina það. Jú, farðu þá hana. Og það einmitt það sem þetta vers að segja, haldið ykkur frá því sem skemmir líf ykkar. Ekki vera þar. Við þurfum ekki að láta einhverja holdlega gyndir stjórna líf okkar. Og ég var að tala daginn að það gott að afneita sjálfum sér. Sjálfsafneitun líka orð sem ekki inn í dag. En sjáðu, íþróttamenn, þeir afneita sjálfum sér til hvers? Til að ná þeim árangri sem þeir vilja ná. Þannig að íþróttamaður, hann kannski vaknar snemma til að fara að hlaupa. Hann líkaminn vill ekki endilega fara á fætur. Hann afneita sjálfum sér og hann segir upp með þig. Þú þarft að ná þeim árangri sem ég, minn andlegi maður, vill ná. Og þetta biblíulegt prinsipum. Þetta biblíuleg grundvallar regla. Og það ekkert rangt við að aga sjálfan sig. Aginn líf. Aginn líf okkar og aginn, hann í raun og veru gerir okkur heilög. Frátekinn fyrir það sem annarkvort við viljum eða Guð vill með okkar lífi. Óagaður maður, hann nær ekki árangri í einu eða neinu. Af því að hann lætur alltaf eftir fyrstu gyndinni sem kemur upp í hugans, gerir alltaf það sem þægilegt í dag og svo verður lífið erfitt á morgun. Ef þú gerir það sem erfitt í dag, þá verður lífið létt á morgun.
Það bara þannig. Amen. Ok, við erum meir en hálfnund. Túlkurinn orðinn þreyttur. En mér gaman að tala það sem engin annar talar Ég heyri engan tala að vera heilagur í dag. En Biblían talar að vera heilagur og Biblían talar að Guð sé heilagur og Guð sé hreinn. Og það eins og, það öllu rangsnúið og öllu snúið við sem Biblían segir. En það sem Biblían segir gott. Það rétt, það hreint. Og fyrir mig þetta yndisleg bók og mér spennandi að lesa hana. Nú, Filippíbréfið sagði að við ættum að vinna sáluhjálp okkar. Sálin í okkur þannig að hún getur verið hrygg, hún getur verið glöð. Á einum staði í Sálmum Davíðs segir, hví ertu beygð sála mín? Davíð sagði við sjálfan sig, lofa þú drottinn sála mín. Og eitt af vandamálunum sem við erum að fást við í dag eru sálræn vandamál. Við lifum í velmegun á þjóðfélagi, samt höfum við sálræn vandamál. Af hverju? Jú, við höfum gleymt Guði. Við höfum gleymt Guði. Og oftast það þannig að þegar við höfum nóg að bíta og brenna, þá viljum við gleyma Guði. Gamall vinnufélagi minn sagði mig, Kitty, við þurfum ekki þennan Guð þinn, við eigum nóg að borða í dag. Mér finnst það bara dæmigert svona svar. Við þurfum ekki Guð að því við höfum nóg að borða. En þegar neyðin kemur og þrengingin kemur, að þá hrópa flestir á Guð. Þannig að sálin, hún oft beygð þegar okkur mistekst og þegar við finnum, kannski vitum við ekki alltaf hvað að, en margir þjást af þunglyndi í dag, kvíða, þeir vita ekki af hverju. Páll sagði, viltu vinna sáluhjálp þinni? Fólk að vinna sáluhjálp sinni sem kvíðið, þunglynt, veit að það hægt að vinna sáluhjálpinni, veit að það skapari sem vill eiga samfélag við það og getur uppörvað sálina. Þegar við lofum Guð, þá uppörfum við sál okkar. Þannig að sálin, hún getur verið upp og niður. Nú, ég ætla að lesa hérna eitt vers fyrir ykkur og það úr Jakobsbréfinu og þetta skrifað til kristinna manna. Þeirra sem játa kristna trú. Og þetta ekki svona kannski silki mjúkur boðskapur. Hann segir hérna, nálagið, þetta Jakobsbréfi 4, ég les frá 8. versi, nálagið við Guði, þá mun hann nálgast yður, hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjöru hjörtun flekklaus, hér talað hjartað, hreinsið hendur yðar þér syndarar, gjöruð hjörtun flekklaus. Það ekki beint kurteist að segja þú syndari, gerðu hjartað þitt flekklaust. En þetta skrifar Jakob til þeirra, gjörur hjörtun yðar flekklaust þér tvílindu og berið yður illa, syrgið, grátið, breytið, hlátriðar í sorg og gleðin í hryggð. Sem sagt, þetta hljómar voða illa, en það sem hann að segja að ef þú tvílindur og ef þú ekki að gera það sem rétt ef þú ekki að gera það sem þú veist að rétt, þá átt ekki að vera glaður. Þú átt að í raun og veru að hryggjast og þú átt að breyta gleðinni í sorg og hryggð. Af hverju? Vill Guð að við séum hrygg? Nei. Sjáðu, ef þú átt lítið barn, það gerir eitthvað sem rangt þá viltu ekki að barnið sé ánægt. Það væri eitthvað óeðlilegt. En sjáðu, þannig þjóðfélagið okkar í dag. Það allir að stela, svíkja, ljúga, pretta og þeir eru bara ánægðir. Þeir eru ánægðir og þeim finnst það rétt. Og siðleysi bara ef einhver annar gerir eitthvað rangt. Ekki ef ég gerir eitthvað rangt. Það siðleysi ef einhver annar gerir eitthvað rangt. Ekki ef ég gerir það.
Og það þetta sem Biblían að segja, ef þú ert á þessum stað, ef þú ert siðblindur, að þá vill hann að þú sért hryggur yfir því fyrst að þú sjáir það, svo þú getur orðið hryggur yfir því og síðan græturu og biður Guð að hreinsa þig. Og að lokum hérna ein ritning úr Opinberunarbókinni og Opinberunarbókin, hún svona tákn, það má segja, hún full af táknmyndum. Opinberunarbókin 14 og við byrjuðum á að segja að það getur enginn séð Guð án helgunar. Það getur enginn skilið Guð án helgunar. Það getur enginn skilið það sem Guð segir í raun og veru án þess að leyfa Guði að helga sig fyrst. Hér segir í Opinberunarbókinni að lambið, ef við lesum bara frá fyrsta versi, lambið, það er ekki allir sem vita hvaða lamb verið að tala Jú, lambið táknmynd upp á Jesú. Að hann stóð á Síónfjalli með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafnföðu þess skrifað á ennum sér. Og ég heyrði rödd af himni sem nið margra vatna og sem gný mikilla þrumu og röddin sem ég heyrði var eins og hörpur hljómur hörpuleikara sem slá hörpur sínar. Svo segir, þeir syngja nýjan söng fyrir hásætinu frammi fyrir verónum 4 og öldungunum. Enginn gat numið eða heyrt eða skilið, enginn gat numið, heyrt eða skilið, það eru mín orð, heyrt eða skilið, enginn gat numið sönginn nema þær 144.000, þeir út voru leystir frá jörðinni, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum, því að þeir eru sem meyjar. Þetta hræðilega skrítin setning. Hér menn sem hafa ekki verið með konum og þeir eru meyjar. Þannig að, já, hjúkrunarfræðingur eða hjúkrunarkona, það svona verið að tala það í dag, en þetta táknmál. Hér þeir sem ekki hafa sörgast með konum, sjáðu, merkingin, þú þarft að skilja merkinguna. Ef að ég eða einhver annar heldur fram hjá konunni sinni, þá sörgar hann sig. Það táknmyndin hérna. Þessir voru teknir frá fyrir Jesú, það sagt að þeir fylgja lambinu hvers sem það fer, þeir eru leystir út, þannig að á öðrum stað þessi hópur kallaður brúður Krists. Sjáðu, ef að brúðurinn sörgar sig með öðrum manni fyrir brúðkaupið, þá hann óhrein. Það sem verið að segja. Að þessi hópur fólks hreinn fyrir Guð. Það merkingin. Sko, margir lesa og þeir segja, þetta bara bull og vitleysa. Nei, þetta alveg yndislegt og frábær bók ef þú leggur þig niður til að skilja hana sem heild. Þú getur ekki bara gripið eitthvað út og ætla útursnúa það eða alveg eins og með rafeindafræði. Þú getur ekki tekið bara eina díóðu út og sagt, síminn minn virkar ekki. Síminn virkar ekki ef þú tekur eina díóðu út, jú, það rétt, en sjá, þú getur ekki tekið bara eitt út úr rafeindafræðinni og útskýrt heilan snjallsíma út frá því, frekar en þú getur útskýrt Opinberunarbókina eða Biblíuna með einu versi. Þú þarft að eigna skilning til þess að sjá. Og án helgunar fær enginn Guð séð. Og spurningin vill fólk sjá Guð yfirleitt? Langar þig að sjá Guð? Sumir vilja ekki sjá Guð. Það segir hérna á öðrum stað að þegar Guð kemur, og þetta spádómsorð, að þá munu sumir fela sig að þeir vilja ekki sjá hann. Ég man að það var kannski sú tíðin að maður talaði illa um einhvern og svo gekk maður beint í flasið á honum og maður vildi ekki sjá hann. Þér langar ekkert að sjá einhvern sem þú ert nýbúin að tala illa með það. Þess vegna best að tala aldrei illa neinn. Og það eins með Guð að ef þú ert ekki sáttur við Guð, þá langar þig ekki til að sjá hann. Ef þú ert sáttur við hann, þá langar þig að sjá hann.
Ég ætla að lesa hérna að lokum úr bók. Þetta spádómsorð og þetta var boðskapur gefinn í tungum. Hvítasunnu menn, þeir tala öðrum tungum og 1916 þá kom boðskapur í tungum, síðan var boðskapurinn túlkaður og hann svona, heilagleiki karakter Guðs. Þetta gerðist bara svona samkomi svo verum. Það stóð einhver upp og byrjaði að tala í tungum, svo var annar sem túlkaði boðskapinn. Heilagleiki karakter Guðs. Kjarni hans innsta eðlis hreinleiki, tilgangur Guðs með hjálpræði mannsins að skapa í manninum ámóta heilagt eðli, geislandi hreint eins og Guð sjálfur. Tilgangurinn að hreinsa mannin. Ef Guð gæti ekki skapa þannig hreinleika í honum, þá væri tilgangur hans fyrir mannin misheppnaður og tilgangur fórnardauða Krists væri þá eins og fósturlát í stað sigurs. Ég veit að þetta ekki allir kristnir kannski sjáðu til, margir kristnir halda sig ekki hægt að halda lífi sínu hreinu. Það hægt með Guðs hjálp. Alveg svo getur farið í bað. Sigurganga Jesú Krists var fólgin í vilja hans að vera leiddur af anda Guðs. Sigurganga Jesú Krists var fólgin í vilja hans að vera leiddur af anda Guðs. Hann vildi vera leiddur af anda Guðs. Sigur hins kristna getur aðeins verið á sama hátt. Þú vilt leyfa Guði að leiða þig. Jafnvel þótt Guð hafi skýrt í heilögum anda, þá þurfum við eins og Jesú að ganga í auðmýkt og leyfa anda Guðs að vera okkar absolút leiðsögumaður eða gefa honum fullt vald, gefa andan vald til að leiða okkur. Síðan kemur að afhjúpa langanir holsins og sýna okkur hvernig hugsanir og gildir holsins andstæðar eðli Guðs. Það nauðsynlegt í áætlun Guðs fyrir okkar andlega vöxt. Ef þú sérð ekki sjálfa þig í spegli, þá sérð ekki hvort þú hreinn eða óhreinn. Og Guð hefur gefið okkur andlegan spegil sem sitt orð, sem hans orð. Hvernig getur eðli mannsins breyst nema það sé fyrst opinberað fyrir honum? Svo það kviknar löngun í hjartanu og bæn að andi Guðs fjarlægi eyði öllum tilhneigingur sem andstæðar hinum heilaga anda. Þú skalt ekki halda að þú náir hinum hæsta stað í Guði nema það sé himnesk löngun í hjartanu að líkjast honum. Þú skalt ekki halda að þú getur komið inn í forgara Guðs í flekkuðum klæðum. Þú skalt ekki halda að himinin brosi yfir eðli sem óhreinkað af því að það hefur komist í snertingu við hið illa. Þú skalt ekki halda að Kristur geti dvalið í musteri fullu af hatri. Nei, hjarta mannsins þarf að vera hreinsað af heilögum eldi og þveginn burtu sérhver blettur með heilögu blóði. Og þú skalt vita að sá sem af Guði finnur stöðugt fyrir hreinsandi krafti hið innra. Sá sem af Guði, hann finnur fyrir því að það hreinsandi kraftur hið innra að verki. Svo segir, óttastu ekki að leggja hönd þína í gegnumstungna hönd hans. Óttastu ekki að treysta hans leiðsögn. Leiðin sem hann varðaði blóði drifin og bleitt tárum. Hann leiði þig beint inn í geislandi dýrð himinsins, þar sem þú munt sjá að allir sem sigrað hafa gengið þennan veg og hafa fundið innganginn inn í heim ljóssins eða þeir hafa fengið að líta Guð. Ég ætla að lesa hérna eitt ritningavers að lokum, það úr öðru Pétursbréfi 3. kafla, 1. vers. Þetta nú annað bréfi sem ég skrifuði þér elskaðir og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu hreina hugarfari vakandi. Hreina hugarfari vakandi. Það til eitthvað sem heitir hreint hugarfar, það getur sofnað eða það getur verið vakandi. Sofnað
vakandi? Er okkar hreina hugarfar vakandi? Spurning. Heilagur, er það eitthvað sem líkist einhverjum gluggum í kirkju, eða er það einhver í fínum jakkafötum, eða nei, það er einhver sem vill gera Guðs vilja. Það er ekki að hann sé fullkomin, ekki að hann sé klárar en einhver annar, að hann sé betri en einhver annar. Það er bara einhver sem hefur hjarta sem segir, já Guð, ég vil halda boð þín, ég vil elska þig, fyrst og fremst elska þig. Mér gengur erfiðlega að halda boð konu minnar. Ég er búin að segja ykkur það. En ég elska hana samt. Og meðan hún veit að ég elska hana, mistakist mér, þá elskar hún mig áfram, af því hún veit að ég elska hana. Og þetta er eins með Guð, og það er þetta sem við erum að segja. Það er að elska hann. Kristindómurinn er samfélag manns og Guðs, þar sem þeir elska hver annan. Þeir elska hver annan. Þetta er ekki boðabönn. Jú, mér er sagt að ég er að skrúa tappana fast á. Ef mér mistekst, þá er ég samt elskaður. En það þursaði í mér. En Guð, hann þursar ekki í mér. Ég bara bera saman. Hann hvíslar að mér. Kona mín þursar í mér. En það er svo margt líkt með samfélagi Guðs við mannin og hjónabandi. Við elskum hvert annað. Þess vegna viljum við vera saman. Og við þráum að gera, ef við erum raunveruleg, þá viljum við gera hvert öðru til hæfis. Er það ekki? Við viljum gera hvert öðru til hæfis. Og við elskum að gleðja hvert annað. Og það er eins með þetta að vera heilagur. Það er bara því að ég þrái að elska Guð af öllu mínu hjarta. Það er mín löngun. Amen.